Ferðamenn í Reynisfjöru segja að merkingar á viðvörunarskiltum þar séu villandi. Lagaprófessor segir að ríkið kunni að vera bótaskylt með því að tryggja ekki öryggi á ferðamannastöðum. Þúsundir manna í Darfúr héraði í Súdan hafa ekkert að borða nema dýrafóður. Margir eru vannærðir og hungraðir og ekkert lát er á borgarastyrjaldi í landinu. Meir en helmingur íbúðarhúsa í Hrísey er mannlaus stóran hluta ársins en íbúafjöldinn þrefaldast á sumrin. Skortur er á íbúðum fyrir þá sem vilja setjast þar að. Hitabylgja geisar á Spáni þar sem hitinn fer vel yfir 40 stig. Spánverjar segja það eins og að opna heitan ofn að fara út fyrir hússins dyr. Þúsundir voru samankomin í Herjólfsdal í gærkvöldi þegar þjóðhátíð í Vestmannaeyjum náði hámarki. Það voru þreyttir en glaðir þjóðhátíðargestir sem streymdu úr Herjólfi í Landeyjahöfn í dag. Gott kvöld. Ríkið kann að vera bótaskylt vegna slysa sem verða á fjölförnum ferðamannastöðum. Þetta er mat Róbert Spanó lagaprófessors. Ekki hafa verið sett sérstök lög öryggi á ferðamannastöðum þótt 3 ár séu síðan starfshópur lagði það til. Dæmi eru að ríkið séu dæmd brotleg gegn mannréttindasáttmála Evrópu fyrir að huga ekki nægilega að öryggi ferðamanna á fjölsóttum ferðamannastöðum. Róbert Spanó, lagaprófessor og fyrrverandi forseti Mannréttindadómstóls Evrópu, birti grein á Vísi í dag, þar sem hann bendir á þetta, með hliðsjón af banaslysi í Reynisfjöru helgina. Þar lést ung stúlka frá Þýskalandi eftir að hafa lent í sjónum ásamt systur sinni og föður. Það hins vegar þarf afskaplega mikið til vegna þess að auðvitað erum við öll, berum öll ábyrgð okkur sjálfum, en það eru ákveðnar aðstæður, sérstaklega það sem almenningur hefur aðgang að þá eru ákveðnar kröfur gerðar til þess að fyrirfram gildi ákveðnar reglur það hvernig varnir við slysum eru framkvæmdar við slíkar aðstæður. Setja þarf almennar reglur varnir gegn slysum, verkferla, viðbragðsáætlanir, en ekki síst þarf að liggja ljóst fyrir hjá hverjum ábyrgðin liggur. Fyrir 3 árum var gerð bragarbót á öryggismálum í Reynisfjöru, en þá hafði verkefnastjórn öryggi á ferðamannastöðum skilað tillögum sínum. Ein tillagan var sú að setja yrðu sérlög öryggi á fjölsóttum ferðamannastöðum. Það hefur aldrei verið gert. Það er þetta gilda ákveðnar reglur á Íslandi, lögreglulöggjöfin yfir að geyma ákveðnar heimildir fyrir lögreglu og svo framvegis. Aðalatriðið þess mér að það sé skoða núna hvort þessar tillögur verkefnastjórnar séu þess eðlis að það ætti kannski að fara að taka þetta mál upp aftur og skoða betur. Það tók þyrlu Landhelgisgæslunnar 26 mínútur að fara í loftið frá því tilkynning barst að stúlkan hefði farið í sjóinn. Það er innan viðmiðunarmarka gæslunnar sem eru 60 mínútur en að jafnaði tekur hálftíma að fara í loftið. Þyrlu áhöfn Landhelgisgæslunnar er nefnilega ekki á hefðbundnum vöktum, heldur bakvöktum og það þarf að ræsa hana út fyrir sérhvert útkall. Með hefðbundinni staðarvakt má spara 15 mínútur í hverju útkalli sem skiptir mestu yfir sumarið þegar útköll eru flest. Í nýliðnum júlí fór gæslan í 41 útkall, meira en 1 á dag. Þetta hefur verið í skoðun á undanförnum árum og í ljósi fjölda útkalla, sérstaklega við sumarmánuðina, að þá er full ástæða til þess að skoða hvort ástæða sé til að koma upp staðarvakt hér á flugvöllunum. Banaslysið í Reynisfjöru og Laugardaginn er það 7. í fjörunni á þessari öld. Ferðamenn segja varúðarskilti í fjörunni villandi. Hér í Reynisfjöru hafa verið sett upp skilti til að vara gesti við því að fara of nálægt sjónum. En ætli ferðamenn átti sig á því hversu hættuleg aldan getur raunverulega verið og hversu nálægt má fara. When we entered the beach, we saw that there is a table with some information and some signs about the danger. Then we saw that today it's a yellow light over there, and this grabbed our attention. So we saw that it's restricted to go beyond the yellow line, but actually we didn't notice a yellow line. So you weren't sure about what it meant? Yeah, actually, to be honest, we were a bit confused. We were looking for a yellow line or a zone or whatever it is, but we didn't see. Skiltið er tengt ölduspákerfi Vegagerðarinnar og sýnir með grænu, gulu eða rauðu ljósi hversu hættulegar öldurnar eru.
Við hlið þess á að vera annað skilti sem sýnir hvaða svæði fjörunnar eru bannsvæði, en það ekki hægt að sjá núna því skilti fauk fyrir nokkrum vikum. I think so. It's very dangerous, this place, but many tourists and people, you have it on the good picture and go to the ocean and stay in the back and not see what, you know, on the... When the wave comes behind you? Yes, exactly. Well, we read the signs coming in, but I think a question we had was like the signage wasn't clear. It talked about a yellow zone, but it didn't have any flags or like signs to show where the yellow zone was. So that was unclear. We definitely noticed the signs. We definitely did our research before coming here, and we knew that it's definitely a dangerous place to be if you're not careful. Og við vorum að labba hérna á ströndinni og við erum búin að vera að líta hérna í kring. Hvar þetta gula svæði? Ég hef bara ekki hugmynd. Það alltaf ekki mert mjög vel. Og finnst þér alveg svona skýrar leiðbeiningar með það hvort að megi fara fram hjá til dæmis Stuðlaberginu? Nei, alls ekki. Það mættu vera skilti þar líka sem segja eitthvað. Ég sá fullt af fólki vera þar og fólk að reyna að snerta öldurnar og ég var að hugsa, ég myndi ekki þora að fara þarna. Þannig að maður veit aldrei hvernig öldurnar verða. Landeigandi segir ekki hlaupið að því að loka fjörunni. Óljóst sé hver beri ábyrgð á skiltunum þar og því að þau sé á sínum stað. Og allir við förum ekki svona kannski aðeins yfir að hvað við höfum lært á síðustu 2,5 ári og hvernig við getum nýtt okkur spákerfið og upplýsingarnar, jafnvel ef það til myndskeið til þess að betrumbæta og hvort að kerfið geti þá nýst okkur í að vara okkur við fyrr. En þetta skilti sem að fauk fyrir einhverjum mánuði, menn akkur var ekki búið að setja það aftur upp? Svo það rauninni bara svolítið kannski á þessum fundi á morgun var líka að fara yfir verkferla, hver ber ábyrgð ef að skilti fíkur, hver á að setja upp skilti og slíkt, þannig að það verður farið yfir þetta allt saman á morgun. Út í heim. Hungur sverfur að í Súdan og þúsundir manna í borginni El Fasher hafa neyðst til að borða dýrafóður. Ekkert lát á átökum og 14 almennir borgarar á flótta voru drepnir í dag. Blóð og borgarastyrjöld hefur geisað milli hers Súdans og RSF uppreisnarhersins síðan í apríl 2023. Átökin hófust í höfuðborginni Khartoum og hafa breiðst landið. Yfir 20.000 hafa verið drepin og 10 milljónir eru á flótta. Vegna átaka gengur illa að koma aðstoð til fólks í neyð og starfsmenn mannúðarsamtaka hafa verið drepnir. متعانين معاناة شديد من الأكل من المأوى جعانين الأطفال عريانين ما عندنا أي حاجة قاعدين خير ناكل الأنباس ولا موية ولا أي حاجة ما عندنا. Þúsundir til viðbótar í borginni El Fasher í Darfur héraði hafa neyðst til að leggja sér dýrafóður til munns. Sameinuðu þjóðirnar segja fólk deyja úr vannæringu og hungri og þar hefur þurft að loka matarúthlutunarstöðvum vegna skorts á hráefni. Mannúðarsamtök segja RSF uppreisnarherinn hafa drepið 14 almenna borgara í dag. Þeir voru á flótta frá El Fasher sem RSF hefur setið í meira en ár. Talið að 1 milljón manna sé innlyksaðar. Bæði súdanski herinn og RSF hafa verið sakaðir stríðsglæpi. RSF uppreisnarherinn hefur verið sakaður að brenna heilu þorpin og flóttamannabúðirnar og að beita kerfisbundnu kynferðisofbeldi. 10 líkamsárásir voru tilkynntar til lögreglunar í Vestmannaeyjum helgina. Í gærkvöldi var veistað lögreglumanni og þegar árásarmaðurinn var handtekinn fundust á honum útdraganleg kylfa og hnúajárn. Hátíðahöld í tengslum við þjóðhátíð í Vestmannaeyjum fóru annars vel fram, þótt veðrið hafi sett strik í reikninginn framan af. Gleðin náði hámarki í Herjólfsdal í gærkvöldi þar sem kveikt var í brennu og sungið í brekkunni fram á rauða nótt.
Já, það voru þreyttir en glaðir þjóðhátíðargestir sem streymdu úr Herjólfi í Landeyjahöfn í dag. Flestir sögðust ánægðir með helgina þrátt fyrir vonsku veður á föstudag. Það gekk mjög vel sko, þetta fyrsta þjóðhátíðin og bara heppnaðist ekkert alveg. Ég var ógeðslega gaman sko. Tjald okkar fauk á föstudaginn. Það var hræðilegt. Vinkonur mín var með hvítt tjald, þannig að við vorum hérna á tímabili að standa ofan á 2 tjaldhælum og reyna að halda allir niðri og það gekk, tjaldið liði af en þetta var alveg tæft sko. Þetta var alveg frekar sjokk, þetta var mjög slæmt á þann að föstudeginum, en fyrir utan það var þetta bara ógeðslega gaman og sérstaklega í gær, það var bara geggja viður og þetta er alltaf fárlega gaman. Þá var fólk sérstaklega þakklátt Eyjamönnum fyrir góðar móttökur og aðstoð við að þurrka föt og búnað eftir illviðrið sem gekk yfir á föstudag. Já, þetta er bara Eyjamenn eru frábærir. Þetta fólk er bara eitthvað annað. Það er bara svoleiðis. Lögreglan stóð vaktina alla helgina og sá til þess að bílstjórar færu ekki af stað út í umferðina með áfengi í blóðinu. Þú ert fullur. Ég sé það ekki með þessu en þú getur komið aftur og blásið í rör þegar röðin er búin. Það bara gengið mjög vel og bara flott að fólk komi hérna og blási í staðinn fyrir að leggja stað og blása þá þegar það er komið upp á veg og mögulega að missa próf sem er ekki það sem við viljum. Það búið að vera mikið það tilfelli að fólk sé bara hreinlega ekki aukahæft. Já, og fólk beðið hérna í marga klukkutíma og komið hérna klukkutíma fresti og fengið að blása hjá okkur. Og það bíða allt upp í 4-5 tíma eftir að kemur á landi. Og hjá starfsfólki Herjóls var nóg að gera. Fyrsta ferð dagsins frá Eyjum til Landeyjahafnar var klukkan 2 eftir miðnætti en alls eru ferðirnar 11 í dag. Bara rúla mjög vel sko. Bara fólk mætt bara tiltölulega svona allir á sín tíma held ég allt svoleiði sko. Þó að ykkur einn og einn kannski sofið yfir sig sko en kom bara aðri í staðinn. Verðist vera svo sé engin svakalega ölfun eins og maður segir sko. Það er svona allavega hann viljast bara koma þokkalega hress sko. Það er kannski búið að svona aðeins að blotna svona. Góð svona pínu rigning hérna. Hvað er ekki á föstudeginum? En flestir eru bara mjög kátir og glaðir. Og þá förum við til Spánar þar sem önnur hitabylgja sumarsins er skollin á. Hitinn fór yfir 40 gráður víða í gær og spáð alltaf 42 gráðum í vikunni. Hitabylgjan vari fram á næsta sunnudag samkvæmt veðurspám og appelsínugul viðvörun er í gildi á nokkrum stöðum, meðal annars í höfuðborginni Madrid. Viðvaranir er einnig vegna hættu og gróðureldum og heimamenn jafnt sem ferðamenn reyna að halda sig í skugga og drekka vel af vatni. Salí por la mañana y no salí ya más en todo el día, porque abres la ventana y parece que has abierto la puerta del horno. Sí, ya se nota, las casas ya son más, las temperaturas suben y bueno, no hay nada que con un buen aire acondicionado se soporte las noches. Hace muchísimo calor, entonces, pero bueno, en Sevilla al final verano es lo que tiene. Durante el día es que no se puede ir a ningún sitio, no se puede estar, la verdad que no. Stjórnendur dýragarðs í Danmörku fara heldur óhefðbundnar leiðir við að afla fæðu fyrir dýrin og óska eftir gæludýrum sem til stendur að lóga. Þau eru aflífuð í dýragarðinum og hent fyrir ljón og önnur rándýr. Kom med herind, så kigger vi lige ind i fryseren. Den er her, og den ser altså lidt blodig ud. Så det er kaniner, det er marsvin, det er tamrotter, hvis man har det, og de er håndvandte, så tager vi også gerne imod dem, og så er det altså også høns. Så det bruger vi altså rigtig meget her i Aalborg Zoo, og det kan vi godt lide at fodre med, fordi det er nogle foderemner, der minder om de naturlige foderemner, nogle af vores dyr vil spise. Dýragarðurinn í Álaborg auglisti á dögunum eftir gæludýrum til að nýta sem fóður fyrir rándýr. Í auglýsingunni segir að dýrin verði aflífuð af fagmönnum. Á þennan hátt er hægt að gefa rándýrunum hollan mat og minnka sóun. Yfir 600 manns hafa skrifað ummæli við auglýsinguna. Fyrirkomulagið kemur illa við suma, öðrum finnst það hið besta mál. Det er en god ting. Altså, de andre dyr, de skal jo have mad også. Og det der med, at vi bor selv ude på landet, så vi kan godt lide at fodre dyr med dyr. Sådan er det jo, ikke også? Og vi har selv hester derhjemme og har også doneret hertil. Og det synes jeg jo er en god ting, når man tager afsked med sine dyr, at det går til et godt formål. Íbúum í Hrísey gæti fjölgað mjög á næstu árum verða byggingu nýrra íbúða í eynni.
Meir en helmingur íbúðarhúsa í Hrísey mannlaus hluta úr ári og skortur á húsnæði fyrir fólk sem vill setjast þar að. Og hér á að setja alveg nýja götu ofan við þorpið sem og lengja svo hérna Sólvallagötuna og Skólaveginn. Og hér verða 16 íbúðalóðir blandaðar, einbýli, par og raðhúsalóðir. Í nýju deiluskipulagi Akureyrarbæjar lögð til mikil uppbygging á tæplega 9 hektara svæði. Þar reiknað með að fjölga íbúðalóðum 16 og athafna eða iðnaðarlóðum 5. Hverfisráð Hríseyjar hefur lengi viljað sjá skipulag fyrir svæðið, án þess verði engin uppbygging. Við erum búin að bíða lengi eftir þessu, vonandi þurfum við ekki að bíða jafn lengi eftir að þetta klárist. En þá fer það líka bara svolítið eftir, hvort það sé ekki einhver til í að koma og verktakar, leigufélög, einstaklingar og byggja sér heimili hér. Í Hrísey búa 120 manns allan ársins hring. Íbúafjöldin getur þrefaldast á sumrin, en 51% allra íbúðarhúsa í inni eru orlofshús. Og að manna þjónustustörfin var svolítil áskorun núna fyrir þetta sumar, af því að við getum heldur ekki fengið vinnuafl utanaðkomandi af því að það vantar húsnæði fyrir þau. Sem dæmi stefndi í að sundlaugin yrði lokuð hluta sumars þar sem ekki fannst húsnæði fyrir starfsmann. Ásrún leysir svo sjálf af eina starfsmann Hríseyjarbúðarinnar, svo hann komist í smá sumarfrí. Hún segir orlofshúsaeigendur taka virkan og mikilvægan þátt í lífinu í Hrísey, en það þurfi að fjölga íbúum allan ársins hring. Það sé leitt að hafa engin hús fyrir fjölskyldur sem vilji flytja. Þegar ég alast hérna upp, þá voru hér 300 manns og 40 börn í skóla, grunnskóla. Þannig að við getum alveg tekið á móti svolítum fjölda. Ljúfir tónar bárust frá stássstofu hússins á Eyrarbakka í gær. Þar voru ferðinni ungar tónlistakonur sem voru að ljúka tónleikaferðalagi Suðurland. Katrín og Elisabeth eru í tónlistanámi í Árósum í Danmörku og fengu styrk úr uppbyggingasjóði Suðurlands til að halda tónleika í sumar. Þær spila á selló og fiðlu á alls 5 tónleikum á Suðurlandi, þeir síðustu í húsinu á Eyrarbakka. Ég frá Selfossi og ólst upp þar og hún Elisabeth frá Hvolsvelli. En við kynntumst í tónlistaskóla Árnesinga og við fórum bara að spila saman bara leið og við kynntumst og við erum búin að vera að spila saman síðan 2018, síðan 2018-19 bara non-stop sem maður segir. Safnstjóri Byggðasafns Árnesinga segir húsið hafa verið vöggu tónlistar á Suðurlandi áraraðir. Frá 1847 þá hefur tónlistin verið hér í hávegum höfð og það var eitthvað suðu pottur hér í húsinu Eyrarbakka, eitthvað afl sem kom góðu til leiðar. Vinkonurnar spila fjölbreytta tónlist á tónleikunum og vonast til að ná til allra aldurshópa. Mér finnst langskemmtilegast að spila svona síðrómantíska tónlist, það sem að víbrátói fara að njóta sín og ég get unnið mig áfram með mismunandi blæbrigðum og fengi alla til að fá mögulega gæsahúð við að hlusta á það. Já, ég er eiginlega mjög sammála. Ég hef svo gaman að því að ég myndi svona sleppa mér í tónlistin og leyfa svona tilfinningunum bara að njóta og þannig að fólk finni þetta koma virkilega frá hjartanu. Já, frá þessum ljúfu tónum að veðri. Rólegheita veður, hæg suðvestlæg átt og dregur úr skúrum í kvöld. Það þykknar upp sunnan og vestanlands á morgun með dálítilli vætu eftir hádegi, víða bjart norðan og austanlands en stöku skúrir síðdegis. Hiti breytist lítið, 10 til 18 stig yfir daginn, hlýjast norðaustanlands. Við förum nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum. Heimsmeistaramót íslenska hestsins í Sviss hefst í fyrramálið. Aldursforseti íslenska landsliðsins keppir í gæðingaskeiði á morgun. Þetta er rosalega skemmtileg grein en gríðarlega krefjandi. Við kíkjum á eina leik kvöldsins í bestu deild kvenna í fótbolta.
og heyrum í nýkrýndum Evrópumeistara í riffil skotfimi. Ég vissi þetta var gott en ég vissi kannski ekki alveg hversu gott það var fyrir að þetta var yfirstaðið. Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Ferðamenn í Reynisfjöru segja að merkingar á viðvörunarskiltum þar séu villandi. Lagaprófessor segir að ríkið kunni vera bótaskylt með því að tryggja ekki öryggi á ferðamannastöðum. Þúsundir manna í Darfur héraði í Súdan hafa ekkert að borða nema dýrafóður. Margir eru vannærðir og hungraðir og ekkert lát er á borgarastyrjöld í landinu. Meir en helmingur íbúðarhúsa í Hrísey er mannlaus stóran hluta ársins en íbúafjöldinn þrefaldast á sumrin. Skortur er á íbúðum fyrir þá sem vilja setjast þar að. Hitabylgja geisar á Spáni þar sem hitinn fer vel yfir 40 stig. Spánverjar segja það eins og að opna heitan ofn að fara út fyrir hússins dyr. Þúsundir voru samankomin í Herjólfsdal í gærkvöldi þegar þjóðhátíð í Vestmannaeyjum náði hámarki. Það voru þreyttir en glaðir þjóðhátíðargestir sem streymdu úr Herjólfi í Landeyjahöfn í dag. Þessum fréttatíma er að ljúka. Næstu fréttir verði í útvarpinu klukkan 10 og alltaf á RÚV.is. Við endum kvöldið neðansjávar við Okinawa í Japan, þar sem Ragnar Santos fór í köfun með köfunarjaxlinum Hiroko Iwata. Hún hefur kafað yfir 3000 sinnum og lætur ekki aldurinn stoppa sig, en hún er 78 ára. Verið sæl. Á RÚV í kvöld. Drullaðir út! Sætur. Íslensk verðlaunastuttmynd frá 2023 Breka sem er 11 ára og þráir ekkert heitar en viðurkenningu frá stóru systur sinni. Dag 1 þegar Breki er einn heima stelst hann inn í herbergi hennar og prófar sig áfram með föt hennar og farða. Myndin vann til verðlauna á Eddunni og Stockfish, auk þess sem hún var valin besta norræna stuttmyndin á Bøster kvikmyndahátíðinni í Danmörku.